Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla hagfræði, stjórnmál, spillingu, ólígarkisma, kapitalisma, sósíalisma. Við ætlum að spjalla margt. Hann Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur og prófessor emeritus, hann situr hérna hjá mér. Takk fyrir að koma, Þorvaldur. Takk fyrir boðið. Mér langaði að byrja á því að spyrja þig svolítið út í eitt sem ég hef verið að velta fyrir mér og ég hef heyrt þig tala líka, bæði hér á samstöðinu en víðar að það er oft eins og stjórnsýslan hérna á skerinu á Íslandi ná ekki að bregðast við eins og hann kannski ætti að gera eða þætti manni einhvern veginn þegar sérstaklega að tala um stór spillingamál eða þegar það er verið að brjóta siðareglur og fleira að það virðist bara ekkert gerast. Námið býður málið til dæmis. Stjórnsýslan er veik vegna þess að hún er eins og lifandi eftirmynd stjórnmálastéttarinnar. Hún hefur miklu veikari stöðu gagnvart framkvæmdavaldinu heldur en á sér stað í öðrum löndum, til dæmis í Bretlandi eða á Norðurlöndum. Sko í æðstu menn stjórnsýslunar eru yfirleitt valdir eftir flokkslínum og eftir hollustu en ekki eftir hæfni eins og sjálfsagt þykir sem megin regla í öðrum löndum. Og það er þess vegna sem að nýja stjórnarskráin sem fór í þjóðaratkvæði 2012 og hafði yfirburða sigur hefur þar meðal margra annara réttarbóta sérstakt ákvæði skipur embættismanna til þess að tryggja það að hæfustu umsækjendurnir verði ekki svona oft undir eins og ævilega hefur gerst. Og það er þess vegna þessar veikleika í stjórnsýslunni sem það hefur gerst svo æði oft á undangengnum árum að leikmenn þurfa að kæra íslensk stjórnvöld til erlendra dómstóla og þar er það miklu algengara heldur en hitt að Íslendingarnir sem að kæra hafa betur. Og þó að við ofurefli sé að etja því að ríkisvaldið ver hendur sínar með frægustu og dýrustu og lögmönnum sem að ríkið á kosta á meðan að þeir sem sækja þessi mál þurfa að kosta þau úr eigin vasa ekki úr vasa skattgreiðenda og samt eru það þeir sem að sækja málin sem að sigra yfirleitt. Nýjasta dæmið þetta er málið fyrir Mannréttindadómstóli í Evrópu. Ég kom svolítið að því ég var einn óbreyttra borgara sem að kærði talninguna eftir síðustu alþingiskosningar 2021 og krafðist uppkosningar ef ekki í norðurvestu kjördæmi einu að þá bara landið allt og kæru minni og kvörtun var mætt bara af sinnuleysi og hroka af hálfu Alþingis og dómsmálaráðuneytisins. Þannig að tveir af þeim frambjóðendum sem að máli snerti sem í þessum kosningu 21 að þeir fóru með málið á eigin kostnað fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og höfðu eina ferðin en fullkomin sigur. Þau hefur rétt fyrir sér. Sem þýðir það að alþingiskosningar 2021 skiluðu rangt kjörnu Alþingi. Og sem þýðir það að þær voru raun og veru ólögmætar. En stjórnsýslun er kannski alveg sama vegna þess að alþingiskosningar hafa verið ólögmætar hver einu og einasta frá 2013 og áfram vegna þess að þær fara fram í samræmi við kosningalög sem 67% kjósenda höfnuðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Því eitt ákvæðið í stjórnarskránni 9 sem var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða og var auk þess borið þetta sérstaka kjördæma ákvæði undir kjósendur sérstaklega og 67% kjósenda sögðu við viljum stjórnarskrárákvæði sem tryggir jafnt vægi atkvæða, ekki jafnara, heldur jafnt. Og allar alþingiskosningar sem haldnar hafa verið síðan hafa verið í trássi við þennan yfirlýsta vilja þjóðarinnar og í þeim skilningi hafa allar alþingiskosningar frá 2013 og áfram eða 2016, það fyrir svolítið eftir því hvernig maður byrjar að telja verið ólögmætar, ég segi ekki ólöglegar en ólögmætar og sér þó sama gildur forsetakjöri sem ég vændum Ein af réttarbótunum í nýju stjórnarskráni er ákvæði forsetakjör sem tryggir það að enginn getur orðið forseti Íslands nema hann hafi meiri hluta atkvæða að baki sér. Og til þess þarf ekki 2 umferðir, það er hægt að gera það í 1 umferð með raðvali.
sem sama aðferð og var notuð við stjórnlagaþingskosninguna 2011 sem langsamlega fullkomnasta aðferð sem hægt að nota til þess að velja milli margara frambjóðenda og það þess vegna sem það þarf ekki að hafa umferð nummer 2 eins og í Frakklandi sem kosið milli tveggja efstu. Og núna bara stendur fólki í landinu frammi fyrir þeirri stóru hættu að nýr forseti verði kjörinn í júní með kannski fjórðung atkvæða að baki sér. Já, sem nýtur ekkert endilega mikill að vinsalda. Og forseti verði sem sagt kjörinn sem að 3/4 kjósenda greiddu atkvæði í gegn. Og þetta bara vegna þess að Alþingi hefur svikist að staðfesta þjóðarviljan eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Með öðrum orðum stjórnarskráin nýja snýst ekki bara auðlindaákvæði þó það sé mikilvægt og ekki bara jafntvægi atkvæða þó það sé mikilvægt, heldur einnig ýmsar aðrar réttarbætur, ég nefndi ákvæðið skipun embættismanna áðan og svo núna þetta ákvæðið forsetakjörið. Þannig þessi vanræksla hún vindur bara upp á sig og þannig að Ísland heldur áfram að sökkva niður öllum lýðræðislistum sem stjórnmálafræðingar úti í heimi, einkum núna við Háskólann í Gautaborg í Svíþjóð að hafa tekið saman. Og það lýðræðisvísitala Íslands komið niður í 27. sæti. Mér sé að Bandaríkin ofar í 20. sæti. Já, svona hefur hallað á lýðræði á Íslandi, þannig að við höfum bara út af þessari spillingu og vittleysu og veiku stjórnsýslu sagt okkur úr lögum við önnur Norðurlönd. Þannig að það þýðir ekki lengur að standa og berja sér á brjóst og segja bara við erum litli bróðir Dana eins og við vorum alltaf. Við erum það ekki lengur. Við höfum bara svikist úr leik til þess að vernda hagsmuni spillingaraflana hérna heima. Og þá er ég að tala ekki bara oligarkana, heldur líka stjórnmálastéttina sem að lætur eins og henni komi vilji almennings eins og hann birtist jafnvel útslitum þjóðaratkvæðagreiðslu sem Alþingi hefur búið til ekki við. Þannig að ástandið er í raun og veru graf alvarlegt frá mínum bæturum séð. Já, það á að vera þannig að þú sért með embættismenn og það eru stofnanir þingsins og ráðuneytin sem einhvern veginn að bregðast sjálfkrafa við eftir lögum og reglum og svo framvegis. En það ekki að gerast eins og og mér að segja nýja stjórnarskráin sem við guðsum þjóðin og samþykti að hún fær ekki fram að ganga og það er ekkert henni grafleðingar eða ekkert sem gerist svona í kjölfarið. Var þetta að kæra það? Var þetta að kæra það sé ekki búið að taka upp? Nei, ekki beint þannig en sko vandlegar skoðanakannanir meðal almennings. Allar götur frá 2012 þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram sýna það að það var ekki bara meiri hluti kjósenda og landsvísu þar sem hver maður hefur eitt atkvæði sem að studdi og styður enn nýju stjórnarskrána heldur meiri hluti hvers einasta hóps sem spurt var það var spurt 10 hópa til dæmis stuðningsmenn stjórnmálaflokkana meiri hluti kjósenda allra stjórnmálaflokkana frá vinstri til hægri styður nýju stjórnarskrána. Með einni undantekningu. Það voru bara 2 hópar þar sem meiri hlutin var andivígur nýju stjórnarskráni. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og embættismenn ríkisins. Og þá sérðu hvað stutt á milli stærsta stjórnmálaflokksins sem að vísu nú sem betur fer bara komið niður í helmingin af sínu gamla fylgi aftan í klofin og út af öðrum hlutum líka og embættismanna klíkunar sem liggur við að kalla svo. Því að hún eins og ég sagði áðan eins og bara afsprengi stjórnmálastéttarinnar. Og það bara mjög mikill vandi á höndum og sko breskir embættismenn vernda breskan almenning fyrir misgerðum breskra stjórnmálamanna og það var síðan 1 eða 2 þætti af Yes-minister til að sjá hvað það mál snýst en hér þetta ekki þannig, hér verða engir aðrir hátt settir í stjórnsýslunni nema þessi búinir að leggja fram sannanir fyrir hollustu sinni, lögum ekki að veita dæmi. Félagi minn í háskólanum fekk einu sinni kvæðningu það sem frekar sjaldgæft að taka að sér mikilvægt starf í fjármálaráðuneytinu og þetta var einn helsti hagfræði prófessor landsins, ég ætlum ekki að nefna hann sagði með söguna sjálfur og hann fer og talar við ráðuneytisstjórann og þetta bara klappa og klárt og svo kemur hann heim kvöldið og segir konunni sinni að þetta sé frágengið, þannig að taka við þessu mikilvæga forystustarfi í fjármálaráðuneytinu, að þá hringir síminn. Og það ráðuneytisstjórinn sem segir við hann, heyrðu, mér urðu á óskiljanleg mistök. Ég glemdi að spyrja þig í hvaða flokki þú ert. Já. En hann var nú ráðinn samt sko, en þetta litla símtal sko, segir meira heldur en 1000 orð.
Já, þetta á ekki að vera svona. Þetta á alls ekki að vera Auðvitað átti ekki að vera svona. Og svona síntal myndi aldrei eiga sér stað í Danmörku, Noregi eða Svíþjóð. Þetta kannski verra en mann grunar, það sérstaklega verið komin fyrir neðan, sko, verið mælast neðar en Bandaríkin í svona lýðræðismálum, og það ekki gott. Nei, það ætti að reisa flögg, sko. En takk fyrir að kæra og þið öll fólk sem kærir svona eins og þessi kosning síðast sem að reyndist síðan vera kólóluleg og rangt gerð, það er eins gott að ykkur sé að kæra. Já, mikið ósköp, en segir þetta, það eru nokkrir tugir mannar sem hafa gengið í svona kærumál, til dæmis þeir sem þetta eru lögfræðingar sem gengið hefur verið framhjá við skipanir í dómarastöður og óhæfari menn sko samkvæmt mati hæfnisnefnda hafi verið skipaðir í staðinn og sumir hafa fengið sko dæmdar skaðabætur hefndi ríkisins sko vegna rangra ákvarðana og það hefur komið fyrir í 2-3 skipti að ráðherrar hafa þurft að segja af sér fyrir svona mistök og það þurft að vera miklu meira það. Hitt stóra dæmið sjáðu kæru sem skilaði miklum árangri. Það var þegar 2 sjómenn tóku sig til og kærðu ríkið fyrir ólögmæta synjun á umsókn þeirra veiðileyfi. Og forsagan var svo að Hæstiréttur hafði úrskurðað að gamla stjórnarskráin, svo sem enn í gildi, fæli í sér mismunun og þar með mannréttindabrot og í ljósi þess dóms þá héldu þeir til róðra og þeir voru teknir og dæmdir og allt var af þeim tekið, líf þeirra var lagt í rúst en þeir ákváðu að höfða mál fyrir mannréttindadómstól Evrópu. Það er sem fyrst höfðu þeir mál sko fyrir íslensku dómstólum, þá voru dómstigin 2, fyrst var það héraðsdómur og síðan Hæstiréttur og þegar þeir voru búin að tæma öll lagúrræði hér heima að þá leituðu þeir út fyrir landsteinana undir forystu fyrrverandi hæstaréttardómara, þessi merkasta lögfræðings landsins fyrir og síðan, Magnúsar Thoroddsen, og sem hafði fríðan flokk lögfræðinga með sér sem unnið þetta bara ókeypis. Einn þeirra var Lúðvík Góber, mjög snjall lögfræðingur. Og þessir sjómenn að þeir unnu frækilegan sigur gegn ríkinu. Og ríkið teldi fram ekki bara ríkislögmanni, heldur prófessorum í lögum og Háskóla Íslands og allt þetta fólk bara steinlá. Fyrir sjómönnunum 2 og þarna var sem sagt 18 manna dómstól skipaði sumum fremstu mannréttindalögfræðingum heimsins og hann bara tók undir gamla dóm Hæstaréttar frá 1998 að stjórnarskráin felur í sér mismunun og þar af leiðandi mannréttindabrot sem eru ekki leyfileg, ekki bara gagnvart íslensku stjórnarskráni, heldur einnig gagnvart mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að. Og svo gerist það að þessi dómur semst fellur sjómönnunum í vil og mannréttindanefndin gefur út bindandi álit, þar sem Ísland er skuldbundið til þess að fylgja því, að mismununa þurfi að nema burt úr stjórnarskráni og að sjómönnunum þurfi að bæta skaðan með skaðabótagreiðslum. Og það verður upp í fótur og fit hér heima og fyrst skrifar nú ráðuneytið og þá sérðu gæðin á ráðuneytisstjóranum sjávarútvegsráðuneytinu sem leyfði slíku bréfi að fara frá ráðherranum til mannréttindanefndarinnar. Það stóð bara þeir hafa aldrei mýið sjaldan sjóð þessi gæjar, þeir hafa ekki hugmynd hvað er að tala þetta er allt saman misskilningur. Og nefndin lét náttúrulega ekki bjóða sér það og þá hvað við aðeins hógvarari tón af hálfu ráðuneytisins hér heima og þeir sögðu sko það er ný stjórnarskrá í smíðum og það verður séð til þess að auðlinda ákvæðið þar mun bregðast við áliti mannréttindanefndarinnar, það er að segja tryggja að mismunin sem að mannréttindanefndin fann að verði numin burt úr nýju stjórnarskráni. Og mannréttindanefndin tók þetta gott og gilt. Og svo liðu árin og auðvitað sveik ríkisstjórnin loforðið nýju stjórnarskrána.
En í middiltíðinni var sennilega af því að þeir héldu að þeir var að tala við hérna, sko, Danmörku eða Noregi eða Svíþjóð, að þá leysti mannréttindanefndin ríkisstjórninu ofan af kroklum og sagði þið hafi komið til móts við bindandi álit okkar að hluta og þar með látum við málið falla niður. Og svo glemdu þeir því að þeir höfðu skipað ríkisstjórninni að borga sjómönnunum sem þeir höfðu rúið inn að skinni skaðabætur. Það var aldrei komið til tals síðan og þannig stendur máli núna að þannig eru 2 sjómenn sem eru beittir gríðarlegum órétti sem er svo svakalegur að mannréttindanefndin jafnar honum til mannréttindabrota og krefst þess að brotin verði leiðrétt og lagfærð og áliti féll 2007. Það eru komin 14 ár síðan og ástandið bara versnar. 17 ár og ástandið er ennþá óbreytt. Og við þetta verður auðvitað ekki búandi og þess vegna þarf bara að taka málið upp aftur og reyna að knýja fram þá niðurstöðu að stjórnvöld láti af þessari mismunun og þessum mannréttindabrotum sem að nýja stjórnarskráin leggur sér sérstaklega fram að gera það fyrir og það er auðvitað kannski mikilvægast ástæðan til þess að Alþingi vill ekki nýju stjórnarskrána. Alþingi bara situr og stendur eins og ólíkarkarnir eins og þú kallar þá og Akureyri og Vestmannaeyjum og víðar segja þeim að sitja að standa og þess vegna er nýja stjórnarskráin strand ef ég á að nefna eina ástæðu til þess hverju á því geti staði. Og var þetta sama mál eða var það annað mál þar sem að Trillugall kærði ríkið og út af því að hann gerði það, hann var handtekinn þegar að reynda að fara að veiða sko án kvóta held ég sem hann þurfti, það var þannig að hann hefði þurft að leigja það bara af stórútgerðinni og þetta var ekki eitthvað sem þú gast haft að atvinnu, þá var það slæmt en þannig að hann bara sótti sjóun og hann var handtekinn þegar hann lendi, hann kærði þetta allt saman tapaði held ég hérna heima en svo vann hann hjá mannréttindadómstóli. Við erum ekki að skipta umræðefni þegar við tölum þetta því að þetta er allt saman bara myndbirting þessarar veiku stjórnsýslu. Það sem að gerðist var það að eftir að Hæstiréttur úrskurðar í réttum dómi sínum 1998 að stjórnarskráin brjóti gegn mannréttindum af því hún mismunar mönnum, tekur suma fram yfir aðra með því að afhenda sumum kvóta og ekki öðrum, að þá réðst forysta ríkisstjórnarinnar sem þá var, það var samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks gegn Hæstarétti, bara með offorsi og Hæstiréttur lagði niður skottið og 18 mánuðum seinna gaf hann út álit þar sem að felldi dóm, þar sem hann sá ekki lengur neina mismunun. Og málirinn eiginlega enn svakalegra því þetta gekk svo fram af mér og sumum félögum mínum með háskólanum að við söfnum undirskriftum undir yfirlýsingu til stuðnings Hæstarétti til varnar sjálfstæði Hæstaréttar og 7 af hverjum 10 prófessorum í Háskóla Íslands skrifuð undir, fólk allstaðar þú veist og þá voru 10 prófessorar í lagadeild Háskóla Íslands, ekki einn þeirra vildi skrifa undir yfirlýsingu til varnar sjálfstæði Hæstaréttar. Wow. Og þeir gáðu okkur sumir skýringu á þessu. Ég á bréf frá einum. þar sem hann lýsir því, svo skriflega, já brefið, hversu þungum refsingum hann og fjölskylda hans yrðu beitt ef hann fylgdi samfæringu sinni í þessu máli. Hrættur við afleiðingarnar? Já, sérðu, ég er að lýsa sko Reykjavík valdamótin 2000 en ekki sko Austur-Þýskalandi 1980. Nei, bara Íslandi þá og í dag líklega. Þannig að það er oft þannig að svona lögfræðingar tilvonandi dómarar sem kannski fá ekki að verða dómarar eða fá ekki stöðu sem embættismenn einhvers staðar að þeir kannski fara svolítið að beita sér svona fyrir stjórnsýslunni. Þeir eru þá bara svona algjörlega útlæðir. Já, það er nýtt dæmi um þetta. Ríkisstjórnin sem henn situr, þó hún sé alltaf að breytast, hún þykist vera að búa til eigin útgáfu af völdum stjórnarskrár ákvæðum og eitt af þessum ákvæðum er auðlinda ákvæði og eins og við Eiríkur Tómasson, fyrrverandi hæstaréttardómari, lýstum við þetta borði í samtali við Gunnar Smára Egilsson fyrir nokkrum vikum eða mánuðum
að þá hafa 2 háskólakennarar í lögum í Háskóla Íslands verið fengnir til þess að leggja til nýtt ákvæði sem dregur algjörlega tennurnar úr auðlindaákvæðinu sem 83% þjóðarinnar lýstu stuðningi við í þjóðaratkvæðagreiðslunum 2012. Og þessir lögfræði prófessorar heita Robert Spano og Valgerður Solnes held ég bara nefni þau eins og Eiríkur nefnir þau. Og þau láta sem sagt forsætisráðuneytið borgar sér fyrir að brjóta svona gróflega gegn yfirlýstum vilja kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Svona má engin lagakennari nokkur tíman heiða sér. Ég veit að lögmenn sem eru verjendur, að þeir verja fjöldamorðingja og allt, það bara partur af þeirra starfi og þú veist, og það bara ákveð menningi kringum það. En að háskólamenn láti beita sér gegn hagsmunum og velferð almennings með þessum hætti, það að minni hyggju mjög alvarlegt brot. Og eru að grafa undan svona lögstóðum lýðræðisins, eru að vinna gegn almanna vilja og fyrir sér hagsmunum. Já, þetta eru auðvitað partur af skýringun á því að hver Ísland heldur áfram að hrapa niður eftir lýðræðisstiganum í samanburði við þau lönd sem við viljum helst annars bera okkur saman við. Þetta bara, svona þetta áfram ennþá. Þú nefndir hérna í viðtalinn daginn held ég að þetta sé bara ein mesta spillingarsaga eða spillingaratvik, svona hvað maður að segja, þú veist, glæpur, svona lýðræðis stjórnsýslu glæpur í Vestur-Evrópu að nýja stjórnarskráin okkar sé ekki. Já, að minnstakosti meðal ákvarðana löggjafans á vettvangi stjórnmálana, það kunna að vera stærri efnahagsbrot sem hafa verið framinn, það er annað mál. En sérðu, þetta bara sem við erum að tala núna er svo nátengt því sem er að gerast úti í Namibíu, þar sem að íslenskt stórfyrirtæki, stærsta sjávarútvegsfyrirtæki, hefur verið sakað mútugreiðslur til afrískra stjórnmálamanna og annara með nógu trúverðugum hætti til þess að þessi menn þar á meðal fyrrverandi ráðherrar hafa setið inn í Namibíu þar sem bíða lokadóms núna á 4. ár og það fréttist ekkert af framgangi rannsóknarinnar hér heima. Já. Og margir eru byrjað að óttast það að hún verði bara látin fjara út eða sett í fyrningarferli eins og stundum sagt á Íslandi, en það er orðasamband sem er ekki til í öðrum löndum. Manni finnst þetta alveg óskiljanlegt, það sé ekki komið ennþá. Það er kannski ekkert svo óskiljanlegt, þetta er bara hrikalegt að sjá það sé ekki ennþá komið neitt fram. Og eru þessir embættismenn bara, hvað maður að segja, í kúkur eða bara standi ekki í lappirnar eða framfylgi ekki í lögunum eins og ætti að gera? Já, það er, þú heyrir hvaða skoðun ég hef á þeim háskóla lögfræðingum sem ég tel að hafa brotið af sér. En ég hef sömu skoðun á þeim dómurum, bæði í héraðsdómi og í Hæstarétti sem hafa brotið af sér með líku lagi. Til dæmis þessir dómarar sem snjöru við blaðinu bara því að ríkisstjórnin réðst gegn Hæstarétti 1998. Það var engin Hæstarétti dómari að fella 2 ger ólíka á úrskurðum 18 mánaða millibili. Nei, það er eitthvað mjög bóið það. Já, það er að segja að þeir stóðu fram fyrir því að þeir gætu ekki staðfært fyrir úrskurð, áttu bara að láta sig hverfa á réttinum. En sú hugsun er mjög fjarri þeim. En svo vaknar líka grunur að bæðir saksóknarar og lögregla séu ekki fyllilega verki sínu vaksin. En þau hafa sér það til málsbóta að fjárveitingar til þeirra hafa verið stórlega skertar. Það tókst ekki að ljúka mörgum rannsóknum vegna þess að hrunverjarnir sem héldu völdum sínum á Alþingi að þeir stór skertu fjárveitingar til saksóknara og þannig að það til nyttust til þess að leggja niður rannsóknir sem virtust líklega til þess að skila sektardómum. Og þetta er náttúrulega graf alvarlegur hlutur og vegna þess að þessi embætti geta skilt sér á bak við þennan niðurskurð fjárveitinga að þá er ekki jafn augljóst og að kynna virðast að það sé bara sama meðvirknin þar eins og meðal sumra háskólakennara í lögum og starfandi lögfræðinga annar staðar.
þarna í bók sem heitir Iceland's Secrets eftir Jared Bibber, hann vann í einum stóru bankanum og fór síðan í fjármálaeftirlitið og hann lýsi í svolítið svona hvernig ríkisstjórnin, vinstristjórnin sem tók við eftir hrun, að hún fór og eldi svolítið fjármálaeftirlitið og það skilaði bara sínu þau voru að safna gögnum málið og gáðu það síðan fram, en síðan þegar íhaldið komst aftur til valda þá var það bara skorið niður alveg allt svakalega. Ekki bara það, heldur var forstjóri fjármálaeftirlitsins einn merkasti og mætasti embættismaður allarar lýðveldissögu Íslands, maðurinn sem eða á að þakka það einu manni stóð á bakvið þessa fangelsisdóma på samtals 88 ár sem gengu í hrunmálum og voru þó allt of fáir og honum var þakkað fyrir með því að dæma hann sjálfar í fangelsi fyrir mjög ómerkilegar sakir. Já, Jared lýsið í bókinni mitt hvernig svona hæfa fólki var bara tekið niður og óhæfa fólki var raun sett í hærri stöður sko. Nákvæmlega, og þú sér þetta núna þegar þú skoða nýtt bankar á Landsbank Íslands það er sko venjan sú að þegar menn skipa stjórnir í fyrirtæki þá vilja sækjast þér eftir fjölbreyttri reynslu vísvegar að sko, því að það er það sem Hagsít eigandi gerir. En þetta bankar á nýja virðist mér verið mjög einsleitt. Þetta er allt saman fólk sko úr fjármálageiranum meira og minna og ég hef gert einn af þessi nýju bankarásmönnum nokkuð tíman segja nokkuð skapaðan hlut sem bendir til að þeim að þótt eitthvað athugavert við hrunið. Og þetta er bara ein myndbirting þess að gömlu hrunverjarnir að þeir hafa náð vopnum sínum aftur og bara bíða núna bara færis að gera einhvern óskunda aftur sko, hvaða mynd sem hann tekur sá óskundi. Nákvæmst að færa samræðanar yfir í svona hugtökin kapitalisma, sósíalisma og fasisma og þetta er náttúrulega beint tengist að nú til dæmis þegar að Íslandsbankasalan var fyrir 2 árum að þá komu stjórnarflokkarnir út með einhverja tilkynningu þess efnis að þau ætla að endurskoða svolítið verkferlana og þau eru svona, þarna eru þau eiginlega að viðurkenna að það hefur orðið mistök, þau reyna að segja að það sé ekki þeim ráðurinn að kenna, sko, það er bankasýslunum að kenna og við ætlum einhvern veginn að skoða þetta áður en við munum selja meira. En núna eru þau að fara að vilja selja meira úr Íslandsbanka en þau eru ekkert búin að skoða þau eru ekkert búin að breyta þessu eitthvað í grundvallar atriðum. Þetta er bara eins kannski búið að skipta einmitt brunni eins og þetta segja með einhverjum vendurum hrunverjana og þetta fær bara fram að ganga er þetta ekki svona einhvers konar keimur af fasisma þar sem að stjórnmálamenn eru að segja eitt og lofa einu og gera síðan eitthvað allt annað og þetta fær bara einhvern veginn áfram að ganga. Já, erum við ekki að fara á, er þetta ekki svolítið hættulega breytt? Ég myndi sko, orðið fasismi á fullt erindi inn í stjórnmálumræðu á Íslandi bara eins og það er byrjað að nota það til dæmis í Bandaríkjunum og sumstaðar í Evrópu, þannig að það er ekki lengur frágangssök, en ég myndi samt ekki nota það akkurat þarna. Sko, þegar að fyrsta umferð Íslandsbankasölunar fóru fram, að þá var hún hneykslanlega útfærð en það átti að halda kaupendalistanum leyndum en svo tókst bara með mótmælum og Austurvelli og víðar að knýja fram upplýsingar um hverju kaupendunum voru og þá komum bara að ljós góðkunningjar lögreglunar, sko, eitt var nýsloppin af Kvíabryggju og svo framvegis og svo var þetta sett í rannsókn og fjármálaeftirlit Seðlabankans komst að því að birti þá niðurstöðu, þetta hefur verið framin lögbrot og samt var alvarinn í málun ekki svo að forstjóri bankasýslunar, sem er eini starfsmaður sýslunar, hann heldur fram til þessa dags að þetta hefur verið mjög vel heppnað útboð, sko. Já, og þeir fengu verðlaun og eitthvað. Já, og þá bara sérðu hvernig þetta er. Og þetta sama, og sko, bankastjórnum látum fara, þú veist, og þetta sama fólk skuli síðan bara að láta eins og ekkert hafi í skorist að halda áfram að selja bankan. Þetta fólk má ekki koma nálagt bankasölu. Satt að segja má það bara ekki koma nálagt peningum yfir höfuð. Fyrir þessa fólks er þannig. Ég segi kannski fasismi að því að þau eru bara að ljúga okkur og segjast alltaf að gera þetta og já, við lofum þessu og hinnu en fara svo bara að gera eitthvað allt annað og það er bara sama hvað við segjum. Já, sko ég segi aftur sko að ég tel þetta ekki vera margsum fasisma sko en það eru önnur merki. Eins og þetta andrúmsloft dauðans orðasambandi kemur úr Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins þar sem því er lýst hvernig óþægum mönnum
er refsað, það er reynt að halda þeim niðri með því að sveipa það á andrúmslofti dauðans og tryggja það að þeir geta aldrei unnið í stjórnsýslunni til dæmis og það var sennilega Styrmir Gunnarsson sem skrifaði þetta magnaða Reykjavíkurbréf í júní 2006 minni mig að það hefur verið og hann lýsir því hvernig sovjetmenn, það er sér sovjetski kommunistar notuðu þetta og aðferðin var þessi, bara að einangra fólk og útskúfa það og fylgja svo með því, sko, með útsendurum hvernig það brygðist við. Og ég las þetta af athygli og skrifa stundum þetta, þess að rifja þetta upp. Og nema það sem ég myndi að segja það, sko, að ef menn meina eitthvað með því sem það segja, þá eiga að segja það minnstakosti tvisvar eða þrisvar. En þessi boðskapur andrúmsloft dauðans var aldrei endurtekinn í Morgunblaðinu. Þannig að annarkvort fékk höfundur Reykjavíkur bréfsins skaldafætur og sá að þarna var hann komin á hættulega braut. Eða þá að hann fékk eitt af þessu símtölum sem að menn fá stundum þar sem hann var beðinn um að halda sig á mottunni. Og þetta er ástæðan til þess. Hvers vegna það er svo algengt að það sé alls ekki hæfast af fólki sem er valið til forystu í stjórnsýslunni. Heldur eins og það séu einhverjir svartir listar, ekki endilega skrifaðir. Ég þekki til dæmis prýðilega reyndan hagfræðing, sko, með mikla starfsreynslu frá alþjóðastofnunum sem fær hvergi vinnu. Ekki á hagstofunni, hvergi nokkur staðar. Og ekki bara hjá opinbera heldur líka í einkageiranum. Og ég þekki fullt af svona fólki, það segir mér sögurnar sjálft, það skrifa mér bréf sem ég á. Og það sem það lýsir þessu. Það er þessu starfsbanni sem það er í, með rúfsverbot, og það er orð frá tíma nasista í Þýskalandi. Og það er þess vegna sem mér finnst að orðið fasismi eigi heima í íslenskri stjórnmálumræðu þegar við tölum þetta. Og Ólína Þorvarðardóttir, fyrirverandi alþingismaður og prófessor, hún skrifaði þetta ágæta bók sem heit Skuggabaldur og kom út fyrir 2-3 árum, þar sem hún rekur sögurnar sem sumt að þessu fólki segir. Og ég veit alveg jafn stóru hópa fólki sem að hún eða einhver annar og eftir að tala við og segir að hlista þær sögur. Þannig að ég er aftur ekki að skipta með öðru efni, heldur bara að halda mig við efnið sem að þú læður upp með, að segja mér stjórnsýslan og akkur eru svona veik og akkur þarf alltaf að vera klaganlega til útlanda. Þetta er partur af vandanum. Þetta er svona falið vald eitthvað sem er annað bakvið sem er gríðarleg valdbeiting sem hefur mjög miklar afleiðingar en er ekki opinbert einhvern veginn. Þannig að þetta er ekki lýðræðislegt. Nei, alls ekki. En ok, skiptum aðeins gíra hvernig myndið þú lýsa kapítalisma fyrir þig sjálfan? Hvað er kapítalismi? Kapítalismi er hagkerfi sem byggir á blönduðum markaðsbúskap. Markaðsbúskapur þýðir það að það eru ekki embættis og stjórnmálamenn í reykfylltum herbergjum sem ákveða verð á vörum og þjónustu og vinnuafli. Heldur bara framboð og eftirspurn á markaði sem er þó sko undir eftirliti almannavaldsins sem fylgist með að markaðinu fari ekki böndunum. Og ég segi blönduðu markaðsbúskap vegna þess að einkaframtakið og ríkisvaldið, almannavaldið, þurfa að skipta með sér verkum. Og það er ekkert markaðshagkerfi til í heiminum þar sem að ríkisvaldið, almannavaldið kemur hvergi að. Og það er eiginlega ekkert til heldur lengur hagkerfi þar sem að ríkið reitt hituna og einkaframtakið hvergi. Þetta sést kannski skýrast í heilbrigðismálum þar sem að hlutur ríkisins er miklu meiri í sumum löndum heldur en öðrum, heldur miklu meiri í Japan og í Frakklandi og á Norðurlöndum og Bretlandi heldur en í Bandaríkjunum. Og það bara vegna þess að fólk eru ólíkar hugmyndur það, hvernig þessi verkaskipting eigi að vera. Sama má segja menntamál, það er að segja verkaskiptingu almannavaldsins og einkaframtaksins. Og fram til 1990 að þá stóðu svona pólitíska átök í okkar heimsluta og út allan heim. Milli þeirra sem aðhylltust þennan blandaða markaðsbúskap sem ég hef alltaf aðhyllst og aðhylltist enn og svo áætlunarbúskaparins þar sem að almannavaldið hafði miklu meira hlutverki að gegna og eiginlega alræðisvald sumstaðar eins og til dæmis í Sovétríkjunum. Í Sovétríkjunum gast ekki leyftir að komast upp á kant við vinnuveinandaðinn
vegna þess að hann var ríkið og ríkið var eini vinnuveitandinn. Þess vegna varðstu að hlýða og beygja þig. En Rússland er ekki þannig lengur, það sé nú ýmislegt um það að segja, og það er ekkert land eftir lengur, ekki Kína og jafnvel ekki Kúba, þar sem nú kannski Norður-Kórea, þar sem að þetta á við. Og svo hrynur kommunismin með brauki og bramli og þá segja hérna margir í Ameríku og Vestur-Európu, við vorum hérna 2 líkön að keppa og nú annað bara dögt og komið á öskuhauga veraldarsögunar. Við stöndum eftir og nú skulum við fagna. Og þeir byrjuðu að berja sér á brjóst og þeir skildu ekki að það er meiri vandi að sigra heldur en að tapa. Og þegar þetta gerist að þá byrjar misskiptingin að ágerast. Það er í þessu andrúmslofti sem forstjórarnir byrja að taka sér ekki 30-föld heldur 300-föld laun miðað við óbreytt verkafólk á gólfinu. Það er í þessu andrúmslofti sem að skattaskjólin þar sem að 10. partur af allir samanlagðri framleiðslu heimsins er talin vera gemdur og ég hef þess að tölu bara úr frá alþjóða gjaldeyrisjóðnum. Þú sér þannig að opinberar alþjóðastofnanir eru farnar að fjalla um skattaskjólin og heimta eins og ég að þau séu opnuð. Og það er þetta sem á sinn þátt í því að við stöndum núna í stríði í Evrópu. Ef að Kaninn og Evrópumenn hefðu komið fram af meiri auðmýkt, hefðu hjálpað Rússum eins og þegar kommunismin fjall 1989 og 90 þar austra, eins og þeir hjálpuðu Þjóðverjum og Japanum og Ítölum eftir stríð 1945, að þá getur bara vel verið að Rússland væri bara orðið eitt af okkur Það var komin í Evrópusambandið og NATO eins og reynda var talað í fullri alvöru í nokkur ár eftir árið 2000. En þarna liggur Kaninn undir grunum það að hafa vilja hjálpa Pólandi en það er Póland núna bara komið aftur inn í meginstraum evrópskrar menningar og evrópsk efnahagslífs, en hafi viljað að Rússland yrði áfram veikt af einhverjum geopólitískum ástæðum. Og þær voru þá að minnihyggju mjög misráðnar. Lífið í Evrópu og í heiminum væri svo miklu léttbærara og þægilegra núna ef að Kaninn hefði haft skilning á því að hann þurfti að leyfa umbótaöflunum, það er bara fólk sem þú að ná undirhöndin, yfirhöndinni í Rússlandi, í frálsum kosningum, bara með því bara hjálpa þeim við uppbygginguna, en Kaninn bar ekki gæfu til þess. Og að því leitinu til ber hann svo litla talsverða ábyrgð á því stríðsástandi sem að ríkir núna milli Rússlands og Bandaríkjanna. Því að ef að Kaninn hefði gert svona, og nú er bara að lýsa skoðum félaga míns, Jeffrey Sachs sem var prófessor í Columbia og hefur lifað og hrest í þessu og var efnahagsráðgjafi Jeltsins á sínum tíma í Rússlandi og fyrir 2000, að þá hefði maður eins og Putin aldrei komist til valda, að þá væri KGB komið eins og sovéski kommunistaflokkurinn og öskuhauga heimsögunar, en í staðin eru það bara harðsvíraðir glæpamenn úr KGB sem að undir leiðsögn Putins hafa náð þarna völdum og ráða lögum og lofum og stela öllu steiniléttara og hafa gert Rússlandi einhverju svakalegasta þjóðræðisríki sem sögur fara af. Það er þess vegna sem okkur finnst mörgum að Rússland ekki bara má ekki sigra Úkraínu, það verður að tapa. En þá þarf að passa það bara að það tapi þannig að Rússar geti orðið aftur vinir okkar og bandamenn bara helst nokkrum mánuðum eftir stríðssamningana sem ég vona geti farið fram á næsta ári. Gleymum því ekki að Þjóðverjar og Japanar og Ítalir urðu bestu vinir okkar eftir heimsstyrjöldina 1945 og ég vona bara að Rússar þurfi ekki að
að bíða einhvern svakalegan ósigur og ydmykingu til þess að ná því fram. Það þarf mikla lagni til þess að ná fram þessari niðurstöðu sem ég er að lýsa og ég hef verið á fundi með háttsettum embættismenn í bandaríska varnarmálaráðuneytinu og hann lýsir þessari draumsýn sem ég er að lýsa fyrir þér og segir bara svo að þú haldur ekki að ég sé að lýsa einhverju villtum draumórum. Kannski er ég það, en ég er líka að lýsa einni þeirra sviðsmynda sem háttsettir menn í Washington að deila með öðrum á fundum. Í staðinn fyrir að reyna að hjálpa einhvern veginn Rússlandi að koma vel út úr þessari breytingu þegar það var verið að sovjetvæða allt, þegar það var verið að taka setja inn markaðshagkerfi með sovjíska módelinu sem var einmitt bara þetta svona ríkis skipulagning að eiginlega öllum leiti til mestmegnis. En ég myndi samt segja, ég er svolítið ósammála hérna kapitalisman en þetta er áhugavert hvernig fólk sér þetta er mismunandi. Þú talar að kapitalismin sé blandað hagkerfi en ég myndi vilja meina að kapitalismin er bara auðræði og það þýðir það og þú ert kannski með auðræði að mismunandi leiti og ég myndi segja að þetta blandaða hagkerfi sem byrjar að vera til svona rétt fyrir seinna stríð kannski allan að eflast og þú færir svona velferðarkerfið út með Franklin Delano Roosevelt í Bandaríkjunum og bakveð hann sem er að ýta honum áfram og að færa hlutina til vinstri að það eru hann er mín helsta fyrirmynd í stjórnmálum sósíalistar og kommunistar sem er að gera það þannig að þetta blandaða hagkerfi sem var ekki lofsyngja sem kapitalisman er í raun svona sósíaldemókrasía sem er kapitalismi mættur sósíalisma sem að verkalýðshreyfingar og sósíalismi verkamanna og verkafólksflokkar ná að koma sínum málum á oddinn. Já, sjálfur tek ég norræna líkan er langt fram yfir bandaríska. Það var ekki jafn augljóst fyrir 30-40 árum að Norðurlöndin hefðu vinningin en þessar ófærir sem ég var að lýsa fyrir þér eftir hrun Sovétríkjanna að þær hafa leyst úr læðingi öfl í Bandaríkjunum sem að gera það verkum að evrópska líkanið, sérstaklega norræna líkanið virðist mér að hafa vinningin alveg skýrt. Það er til dæmis í Bandaríkjunum núna byrjað að tala bandaríska ólígarka og eða fávalda og það var aldrei rætt fyrir 30 árum að þá hefði það þótt fráleitt að halda ég fram að það væri eitthvað alvarlegt fákeppnisvandamál í Bandaríkjunum nema bara einu markaði eins og bílamarkaði og svoleiðis það voru 3 stór bílafyrirtæki og þess vegna en þarna hefur Bandaríkjunum farið aftur og það var einn atburður sérstaklega sem að bara kýldi Bandaríkin langt aftur á bak og það var fráleit ákvörðun, pólitíska ákvörðun bandaríska Hæstaréttarins 2010 að aflétta öllum hömlum af fjárframlögum til stjórnmálastarfs. Og þetta þýðir það að miljardamæringar og sjóðstjórar bara hafa öll kosningafjármál í hendi sér. Þannig að flokkarnir 2 stóru að þeir þurfa bara að keppa hilli þessari kappa og þeir hafa bara áhuga á því fyrst og síðast að lækka skatta á þá sjálfa og aðra auðmenn og báðir flokkarnir hafa neyðst til þess að leika þennan leik og þetta hefur leitt til þess að meðan demókrataflokkurinn ennþá frá mínu bæjarinu séð heldur andlitin út á við nokkurn veginn, þetta er breiðfylking ólíkra hagsmuna hópað, þarna eru inni verkalýðsfélög þar sem er eftir af þeim og þess að þar meðan republikanaflokkurinn er bara orðin að hænsna húsi og bara glæpa stóði og bara Trump er nú bara gangandi glæpafaraldur og hann hefur þennan annan 2 helstu stjórnmálaflokka Bandaríkjanna í hendi sér og það er bara lyginni líkast hversu mikið af hreinum fíflum og röktum drullusokkum afsakað orðbragði sem að eru fulltrúar Bandaríkja republikanaflokksins á Bandaríkjaþingi og það er Hæstiréttur sem ber ábyrgðina. Sami Hæstiréttur og stöðvaði talningu í forsetakosningunum 2000 og dæmdi þeim sem tapaði forsetaembættið með 5 atkvæðum gegn 4 eftir flokkslínum.
Sami Hæstiréttur árið 2011 í, held að heiti Citizens United, þá sögðu þeir úrskurðum það að peningar væru sko, free speech, að það væri tjáningarfrelsi. Já, það er sami dómur ég var að tala um á. Svo eru nýlega rannsóknir sem sýna sko, eiginlega öllum stigum bandarísks lýðræðis, þar sem verið að kjósa fólk til embætta inn í þingin, að þá bara 80-90% þeirra sem sigra eru þeir sem eru með hæðstu fjárhæðunar á bakvið sig að styðja sig. Já, ég veit að þetta er orðið þannig. En sérðu þetta, skiljum við þetta skiptir máli hérna heima líka, sko, vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn, sem er ennþá stærsti flokkurinn á Alþingi, þó að hafi snarminga og leiðir núna ríkisstjórnina í þessari nýju birtingamynd hennar. Hann sendir fulltrúa á flokksþing republikana á sama tíma og hann hefur snúið baki við samstarfi við sko heiðvirða íhaldsflokka á Norðurlöndum og þá sérðu sko hversu hættulegt þetta er. Þau vilja binda böndum með þessum svona neofasísku öflum. Það er alveg ábúðslegt. Já, og það er sannarlega engin ofnotkun á orðinu fasismi að nota það vilda vængin í republikanaflokknum á Bandaríkjaþingi. Mér langar aðeins aftur að fara í kapitalismann og sósíalisma og svona að það stundum við þegar að tala um Sovétríkin og sósíalisma sérstaklega í öðrum og þriðja heiminum þar sem að urðu svona marxísk-leninísk ríki að fyrirmynd Sovétríkjana þar sem einmitt gert mikið úr ríkis áætlunar búskap og svo framvegis og hann virkaði einhverju leyti það var greiðlegur hagvöxtur í Sovétríkjunum þegar það var hrun í Evrópu. Er það ekki rétt hjá mér að þau náðu að byggja upp gríða mikið magna innviðum, svo fyrir þetta kannski einhvern veginn að dvína mjög margt á baku það og alls ekki fullkomið og margt Þú ert að tala um árin frá 1920 og fram að stríði. Já, okay. mikil uppbygging en einmitt þetta er kannski ekki alveg hið besta kerfi og fólk talar um sko svona actually existing sósíalism eða sósíalismin eins og var í alvörunni þegar þetta er svona ríkissósíalismi og það er hefur bara verið marxískur, leninískur ríkissósíalismi sem við höfum séð mikið til. Annað eru einmitt norræna módelið sem er meira sósíaldemokratist og er með sterkari svona jafnaðar mennsku sem er uppsprottin úr sósíalismanum en þegar maður talar um actually existing kapitalisma raun kapitalisman eins og hann birtist okkur í dag að þá er það sko sérstaklega hvað varðar með þriðja heiminn og annan og þriðja heiminn að það þýðir bara grimm einokun og arðrán að hálfu vestrænna hagsmuna sem að hafa alveg frá sko nýlendu tímanum sogið úr þessum löndum auðlindir og auð og arðrænt fólki grimmilega og ef það er reynt að gera lýðræðislegar byltingar gegn þessari einokun, þessu arðráni og ofbeldi þá er bara setið þess að það fá ekki að ganga fram sko. Það er því miður mikið til í þessu sko viðskilnaður nýlenduveldanna við Afríku og aðra nýlendur og hann var alveg hroðalegur og það stundum sagt sko að Evrópa sé friðarbandalag að hún hafi Evrópusambandi meina ég og það hefur verið stofnað sko til þess að tryggja frið og það mátti sannsvið að færa, ég meina það eru stór tíðindi að Frakkland og Þýskaland hafi haldið friðing hvort öðru eftir árþúsund af blóðbað fram að stríðslokum 1945 en á móti kemur að Frakkar héldu árum að berjast í Alsír sko eftir að heimsstyrjöldin lauk og þannig að það var ekki allsherjarfriður sem að þeir stofnuðu Evrópusambandi til þess að halda og viðskilnaði Breta á Indlandi og bara þessar upplýsingar eru eiginlega að birtast bara núna fyrst almennilega á allra síðustu árum og það er þess vegna sem hallar svona undan fæti í Bretlandi meðal annars bara því umheimurinn er farin að skilja það að ferill Breta á Indlandi og í Pakistan og Bangladesh að hann var sko allt annað en glæsilegur og sama gildur Portúgala og belga í Kongó maður lifandi. Það voru belgar sem kendu Afrikumönnum að höggva hendurnar á smábörnum sko í stríði og þetta er voðalegu ferill og þessar þjóðir eiga eftir að byggjast sko með sannfærandi hætti
afsökunar á þessu. En það eru sko hreyfingar í gangi til þess að miðla þessum ágreiningi. Og þá nefni ég til sögunar samninga sem standa milli listasafna í mörgum fyrrverandi nýlendum og listasafna í nýlendu ríkjunum það að nýlendu veldin skili aftur þjóðargersemum sem að var stólið þaðan og gersemum sem skipta sko hundruðum og þúsundum. Þannig eru til dæmis Egyptar að tala við British Museum að fá aftur egypska dýrgripi frá London til Kaíró og annara borga í Egyptalandi. Og sko nýlenduveldi þau sína svona vottavöðu í þessum samningum. Það er að þau setjast niður og eru að tala þetta og þeim sko gengur þessu miðar sko betur þó að þetta sé þolinmæðisverk og eitt af því sem Egyptar og önnur nýlendulönd sko tala við sko Breta og aðra sjáu hvernig Danir umgengust Íslendinga í handritamálinu. Danir skiluðu handritunum. Jafnvel þótt margir þeirra til Íslendinga hafi rekið á með rýting í bakið þegar þeir lýstu yfir sjálfstæði á Þingvöllum og lýðveldisstofnun 1944 meðan að danski kóngurinn gat ekki borið hönd fyrir höfuð sér af því að hann var hersetinn af nasistum. Og ef að Danir gátu komið svona vel fram við Íslendinga, Ísland var að vísu ekki dönsk nýlenda, það er annað mál, hvers vegna getur þið ekki gert það sama? Já, þetta er þannig. Og þarna dæmið þar sem íslenskir atburðir geta gert mikið gagn úti í heimi. En auðvitað þetta ekki aðalatriði málsins með að skila sko stolnum listaverkum, heldur hitt bara að menn þurfa að gangast við misgerðum sínum. Og sko Macron, Frakklandsforseti, hefur gert svolítið að þessu og til dæmis eru í undirbúningi sko hafa verið lengi, ég veit ekki hvar það stendur núna eða hversu líkilegt það að fram að ganga, sko hugsanlega málaferli Haiti gegn Frakklandi. Vegna Haiti var að vísu aldrei frönsk nýlenda sko, Haiti hefur verið sjálfstætt, fátækasta land á vesturhveli jarðar, sjálfstætt frá 1804. Það er uppreist. Já, einmitt, en sko frakkar beittuð á valdi og lögðu svakalega þungar sko byrðar á þá þegar þrælahaldinu var aflétt og yfirvöld á Haiti með hjálp góðra lögfræðinga í Frakklandi og Ameríku vilja láta á það reyna fyrir dómstólum hvort að mannréttindabrot af þessu tagi fyrnist og ef það er ekki fyrnt hvort það sé ekki átt að knýja fram skaðabætur sem væri þá hægt að hafa sem fyrirmynd að hliðstæðum samningum annar staðar. Ég held að það sé góð hugmynd, en mér finnst alltaf sem skrítið í þessar umræði að það talað þetta sko eins og þessi liðin tíð. En þegar þú skoðar málin eins og í Vestur Afríka sem að frakkar hafa verið með mjög mikil umsvif. Og það sem rússar að gera þess að breyða núna. Og í Frakklandi, frakkar og frönsk ríkisfyrirtæki hafa verið að draga út sko 90-95% arðsemi auðlinda Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal og Nígeríu og fleiri löndum hana. Og það bara fram á daginn í dag sko. En áfram. En nú hafa orðið svona herbyltingar þarna sem allan á sumstaðar hafa stuðning fólksins, þau hafa kastað frönskum hagsmunum út og hafa stofnað sín eigin ríkisfyrirtæki og rússarnir eru að hjálpa þeim í því og það er merkilegt að sjá að það virðist vera mjög mikill stuðningur sko til Rússlands í Afríku. Og það er líklega vegna þess að þau hafa aldrei kynnst svona lýðræði eins og við kannski höfum að einhverju leyti kynnst, það sem er raunverulegt lýðræði og réttaríki og svoleiðis, heldur hafa þau bara kynnst því að þeir sem eru kannski í orði lýðræði eins og var í Burkina Faso, í Níger segi frekar, þar sem var rosa sko samkvæmt frökkunum góður lýðræðislegur forseti sem var samt kosin bara af einhverjum pinkulitlum hluta af þjóðinni því að það tekur eiginlega enginn þátt í kosningunum sko. Og hann, er áfram að leyfa frökkunum að taka út arðinn eiginlega allan sko og svo verður þarna valdarán sko en rannsóknir sína og The Economist birti þetta sjálft ritið sko breska að
fólk styður þessa herstjórn, það styður aðgerði þeirra, það vill fá frakkan í burt og svo framvegis og þess vegna kannski eru þau að halda með Rússunum eða fíla þau. Það er ekki af því að þau veist, þau eru í öðrum pælingum en við, þau eru aðrar áherslur. Ég myndi á einum stað og orða þetta aðeins öðruvísi heldur en þú gerir sko, að þú sagðir að Rússar væri þannig til að hjálpa, ég myndi heldur að segja að þeir þannig að gangi á lagið sko. Rússland er náttúrulega eitthvað svakarast þjóðræðisríki heimsins og þegar það er mesta glabræði af hálfu sko afrískra ríkisstjórna það ætla að treysta Rússum. Ég skil að þessu fegin í suma vera laus við frakka og vonandi bara verið þetta til þess að frakkar skoði hugsin og helst biðjist afsökunar og reyni að bæta fyrir misgerðir og þeir og belgar og Portúgalar í Angólu og Mósambík þurfa mjög að gera þetta og reyndar Bretar einnig sko. Þó nú að sagt Breta í afrísku nýlöndunum þeirra hafi verið svona tiltölulega svona ívið minni heldur en afbrot sem reyna. Sko, ég verið í þessum löndum og til dæmis þegar Portúgalar fóru frá Mósambík þá heldur þeir fljótandi steypu og niður pípulagnirnar bara til þess að eðileggja vatnslagnirnar áður en þeir fóru. Rústæðinu við hann. Já, og annað var eftir því sko. Og þetta er náttúrulega bara voðalegt og það er skiljanlegt sko að Afríkuþjóðum og öðrum nýlendum svíði þetta en það ætti þá að auka þeim metna til þess að koma sér góðum ríkisstjórnum sjálfar þessar þjóðir en það hafa þær því miður ekki gert nógu víða og nógu oft og margt sem að kemur í veg fyrir það og reynir að íta graf undan núna kannski er þetta bara svona eitthvað bandalag sem að hendar báðum aðilum, það hendar byltingarstjórnin í Burkina Faso til dæmis að vinna svolítið með Wagner og Rússónum og á móti fá þau kannski aðgengja ákveðnum öðlindum en Burkina Faso þjóðin er að fá miklu betri samning við Rússana en þau höfðu við frakkana. Þetta er svona, allavega núna í bili er þetta bandalag sem kannski hendar þeim og hendar fólkinu í Burkina Faso en einmitt það er alltaf hægt á sérstaklega út af því að einmitt Rússland er þjófræði, það er auðræði að þá munu þessir hagsmunir reyna að ganga á auðlindunar í Afríku alveg eins og vestrið hefur alltaf gert gagnvart Afríku. En er þetta ekki kannski líka svolítið sambarlegt við Kína núna í Afríku margir í Vesturlöndum vilja meina að Kína sé að ráðast í ykkur rosa svona heimsvaldastefnu að fara að arðræna annan og þriðja heiminn sko. En í raun sýnist mér allavega að vera þannig að þó Kína sé kannski að koma sér vel fyrir alltaf og er að fara að græða á þessu og verða öflugri að þá er þetta mun betri samningar fyrir Afríku og fyrir Suður-Ameríku og þessar þjóðir í Asíu en hafa svona verið almennt við vestur. Ég er ekki viss um það því að það eru komnar fram nýjar upplýsingar sko þetta brautar og beltisfrumkvæði sem að hefur sko leitt af sér samninga Kínastjórnar við 150 lönd sko allan heim og mörg þeirra verkefna eru komin í strand eða bara beinlínis í þrot og það er mjög óvíst framhaldið. Sko aðalega var þetta gert af hálfu og hugsað af hálfu Kínverja til þess að koma þeim sko í samband við náttúruauðlindir sem þá sárlega vantar sko til notkunar á heimavelli og svo líka til þess að bara fjölga vinum Kínverja því að Bandaríkjamenn eiga næstum því 100 bandamenn sko meðal 200 þjóðar hringinn í kringum heiminn en Kínverjar eiga mjög fáa og þess vegna reyndu Kínverjar þetta og það hlýtur að valda þeim miklu vonbrigðum að hversu mörg lönd sem að hófu þetta samstarf eru hofin frá því. Ítalía var til dæmis eina Evrópusambandslandið af þessum gömlu stóru sem tók þátt í þessu en þeir sögðu sig frá því núna fyrir nokkrum mánuðum og suma grunar Kínverja að vera að reyna að steypa löndum eins og Sri Lanka og mörgum öðrum sko í skuldaklemmu til þess að geta síðan bara þá leyst til sín eignir þar sko upp í skuldir og það byrjaði að votta aðeins fyrir því en það mun sko greiðast úr því bara allra næstu árum hvort þessi sviðsmynd sem ég lýsi fyrir því núna er rétt en mínar heimildir segja
að þetta sé að færast í þá átt. Þannig að bjarsýnin sem var bundin við þessa útrás Kínverja sem hófst fyrir 10 árum eitthvað svoleiðis, að hún eigi eftir að dofna. Þannig að við skulum spyrja að leikslokum. Aðalatriðum Kína finnst mér verið þetta að við bundum mörg svo miklar vonir við að Kína væri að taka sér tak og ætlaði að fara að sýna mannréttindum og lýðræði meiri áhuga og meiri virðingu en áður. En það færði akkurat á hinn veginn. Þegar að forsetinn Xi tók við embætti fyrir nokkrum árum, að þá tókum við eftir því að hann var giftur vinsæll í dagurlega söngkonu og það hlýtur að vera skoða sem meðmæli sögðu menn og þetta var maður sem hafði mist föður sinn í menningabildingunni og hafði sjálfur tekið á sig margra ára útlegð í sveitum landsins sem refsingu fyrir að vera svona föður síns og svo framvegis og menn héldu að slíkur maður væri líklegur til þess að snúa baki við sögu Maós og þeirra allra. En hann hefur þvert á móti og mörgum á óvart beitt sér fyrir bara endurreist Maós og hefur með sér skrifa sjálfan sig inn í stjórnarskrá kommúnistaflokksins og tryggt sér forsetaembætti til æviloka að heita Má og það er náttúrulega að hringja öllum viðvörunarbjöllum eins hátt og hugsa skettur og sjáðu og dreifist með Pútín. Hann ætlaði að vera forseti til 2036 vera lengur hann þarf á því að halda að vera forseti til æviloka því annars lendir hann í fangelsi. Og sama á sennilega við Xi líka. Og þessi tvö fyrirverandi kommúnistalönd, Rússlandi fyrirverandi kommúnistalönd en Kína er það ennþá, þau eiga við þennan djöful að draga að sitja upp með einræðisherra sem get ekki látið af völdum og þurfa að beita öllum brögðum til þess að halda þeim því annars sjá þeir það að anstæðingar þeirra myndu fangelsa þá bara vegna þess að þeir hafa brotið yfir lögin sem þeir settu sjálfur. Mér finnst svolítið áhvert alltaf í þessu að með Kína sérstaklega að það talaði mannréttindabrót og það er ekki verið að virða borgarréttindi og svo framvegis sem má vera rétt, það má gagnrýna það og það er mjög mikið til í því og svo framvegis. En alltaf finnst mér eins og vestrið, Vesturlönd, þau eru miklu verri. Kannski ekki beint gagnvart sínum eigin borgurum, nema sumum, eins og fangelsiskerfið í Bandaríkjunum er víða meira á grimmara en það gúlagkerfið í Sovétríkjunum á þeim tíma var að færa rauk fyrir. Og svo birtist vestrænt afl undiroka þriðja heiminum bara sem hreinn og beinn fasismi, að það er bara byssur og ef það verður bylting að þá, er það bara kramið niður. Þannig að þetta er kannski rétt, en þurfum ekki svolítið meira að einbeita á djöfulinn sem er heima fyrir? Víst er það, en og ég deili að sömuleyti þessari lýsingu þinni á bandarísku réttarkerfi sem haldrar og sem nýðist á blökkumönnum og hlífir hvítumönnum og svo framvegis. En gleymum því ekki að einmitt á þessum degi er verið að rétta yfir fyrrverandi forseta Bandaríkjanna sem á yfir höfði sér margra ára fangelsisdóm í 4 ólíkum dómsmálum. Sjáðu að það er ekki handónýtt réttarríki sem tekst að gera þetta. Þetta væri óhugsandi án byltingar í Rússlandi eða Kína. Þannig ég tek ofan fyrir kannanum að hann skuli vera komið þetta langt með Trump þó að það hafi tekið allt of langan tíma. Og þetta réttaríki, ef það er rétt hannað og vel gert, þá er það huga hagsmunum almennings og það er að fylgja leikreglum sem eru samdar í lýðræðislegu ferli ætti að vera og til þess að tryggja hagsmuni almennings. Já, en eitt gallinn á réttaríki Bandaríkjanna bara sést í sjálfum Hæstarétti, þar sem að sitja 9 dómarar og þar af 2 kynferðisbrotamenn og 3 sem að Trump skipaði, menn sem að lofuðu því þegar að þingið þurfti að staðfesta skipunum þeirra að þeir myndu virða rétt kvenna til eigin líkama og svo bara nokkrum misserum mánuðum eftir þeirra teknis að við sæti sínum í réttinum að þá snúaði blaðinu við og svíkja. Og þannig að rétt lýsing á Hæstarétti Bandaríkjanna er bara þarna að sitja stjórnmálamenn í skikkjum.
og sveipar sig einhverju lagatækni og þetta bara svindl og það margbúið að benda á það að það þurfa að breyta stjórnarskráni í Bandaríkjunum meðal annars til þess að tryggja meiri skipti á dómurum í Hæstarétti. Því að það ef þú skoðar forseta Bandaríkjanna, þá mjög misjafnt hversu marga hver og einn fekk að skipa í Hæstarétt á hverju kjörtímabili. Trump á, held ég Bandaríkjametið, skipaði 3 á bara 4 árum. Það bara svona handófskemmt. Já, sumir hafa setið forseti í 8 ár og fengið að skipa í mestarlagi 1 dómara. Og þess vegna þarf að búa til einhverja reglu þar sem að þetta róterar reglulega, þannig að skipun Hæstaréttar sé betra samræmi við almenningsálitið. Og núna sem sagt fellir Hæstaréttur Bandaríkjanna dóm í þessu fóstureyðingamáli sem stangast gersamlega á við skoðun meiri hluta kjósenda og það ekki gott. Akkurat. Þegar færum okkur í loka umræðinni til Íslands aftur. Mér langar að spyrja aðeins út í það, svona hvernig þú er lengi verið að leggja til hluti til þess að reyna að skapa hér betra samfélag fyrir alla í landinu, meðal annars með ýmsi regluvæðingu, skattheimtu, kannski aðalega meira á hinn ríku, nú skattheimtu vinnandi fólkið. Hvað myndir helst til að sjá bara gerast í næstu fjárlögum, segjum, bara til þess að rétta kútin við og til þess að koma okkur á rétta braut? Sko, fjárlögin eru ekki aðaltæki til þess að gera þetta, heldur til í að nýja stjórnarskráin sé það og ný löggjöf sko í framhaldi af henni. Sko, einn af akkillesarhællum íslensks efnahagslífs er þessi yfirþyrmandi fákeppni. Fákeppni í bankamálum, þar sem 3 stórir bankar eru einir hituna. Ísland er eina landið í Evrópu þar sem erlendir bankar fá ekki að vera með á markaði og þetta á ekki bara við bankamálin, þetta á við tryggingamarkaðinn þar sem eru eingöngu íslensk fyrirtæki hittuna, þetta á við byggingarvörumarkaðinn og þetta átti lengi við smásölumarkaðinn þangað til fyrir nokkrum árum að það tókst með herkjum að koma á Costco hingað inn. Þau eru stórfelldra hagsbóta fyrir fólki í landinu. Sjáðu, þetta er bara 2 angar á sama meiði. Þetta háa verð til dæmis á matvörur sem dregur niður lífskjör almennings og þessi háu vextir sem er að sliga mörg heimir í landinu, sérstaklega ungt fólk sem skildi sem þarf að bíða heima í foreldrahúsum eftir því að hafa efni á því að flytja heiman. Þetta er bara angar á sama meiði og skýringin er sama í báðum dæmum. Þeir sem að sitja fávaldarnir, oligarkarnir sem að sumir kalla, sem sitja hér að bönkunum annars vegar og segjum tryggingafélögunum og smásöluverslurinni hins vegar, að þeir vilja hafa þetta svona. Þeir vilja ekki að fá erlenda keppinauta til þess að trufla sig og þurfa að deila að hagnaðinu með þeim. Því að það fyrsta sem erlendi keppinautar myndi gera væri að lækka vexti og lækka vöruverð. Og þarna bara stendur hnífurinn í kunni og stjórnmálastéttin að hún lætur þetta viðgangast bara áratug fram af áratug og hún hefði sér bara eins og hún sé handbendi ólíkarkana sem eru þetta kunnulegt munstur frá Rússlandi frá 2000 og núna einnig í Bandaríkjunum frá cirka 2000 líka. Og út úr þessu þurfum við að berjast og ég er þeirra skoðunar að besta leiðin út úr þessu sé innganga í Evrópusambandi sem myndir leiða okkur til þess að taka upp bara evrópskar reglur þetta. Við erum að vísu nú þegar aðilar að Evrópusambandinu að 2/3 í gegnum aðildina að Evrópska efnahagssvæðinu, en bara það að þessi fákeppni skuli ennþá vera til staðar 30 árum eftir að við gengum inn á Evrópska efnahagssvæðið, sýnir bara að það er ekki nóg, að við þurfum meira, við þurfum bara skjólið sem að felst í fullri aðild og sem felur til dæmis í sér það að samkeppniseftirlitið í Brussel getur þá bankað upp á klukkan 6 á morgni á Íslandi ef það verður áskynja samkeppnislagabrot
svona öskjuhlíðar samráð og svoleiðis. Já, sem við neitum að fjármagna hérna. Að vísu samkeppniseftirlitið hér, sko, að því að mér hefur sýnst einn allra sterkast og besti partur af stjórnsýslunni, enda það alltaf að lenda upp á kant við stjórnvöld og núna eru sko í ríkisstjórninni plönum það að leggja samkeppniseftirlitið niður, alveg sem Þjóðstofnun var lögð niður. Og þeim mun heldur þurfum við þá að ganga inn í Evrópusambandið því að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki lagt sko samkeppniseftirlitið Evrópusambandsins niður. Nei. Og við þurfum þessa vernd gegn innlendu ofríki. Já, mér finnst það smá uppgjöf þegar maður svona sér fyrir sér við gætum alveg bara stóra fjármálaeftirlitið ef við verðum með góða ríkisstjórn sem verður með það í huga. Og líka ein pæling, svona hinn hliðin á peningnum hvað var þessa einokun hérna heima, að við getum opna farið inn í Evrópusambandið og reynda að fá inn samkeppni og svo framvegis og það myndi líklega alveg bæta hag almennings, bara ég held að alveg örugglega til að byrja með. En svo hinn hliðin á peningnum einokun að ef þetta væri bara félagsvætt, ef það væri með samfélagsbanka til dæmis, að þá, væri ekki verið að draga úr því hagnað, heldur væri þetta bara svona samfélagsleg þjónusta eins og með EES-samningin, að ég veit það til dæmis að þegar að ljósleiðarinn í Reykjavík sem einmitt svona opinber einokun, eða var það, að hann var að eiga erfitt bara á markaðnum, var að byrja að keppa við Mílu sem núna komin í eigu franskra risa og þá vildi borgin bjóða upp á hlutafjárútboð og fá inn einkafjármagn til 33% inn í ljósleiðarann. Út af EES að þá mátti Reykjavík ekki bara banna Mílu frá því að fara inn í Reykjavík af því að ljósleiðarinn opinber einokun Reykjavíkurborgar í þessum innviðum. Getum við ekki líka eitthvað meira að fara í þess átt? Jú, það væri hugsanlegt en ég ekki mjög ginnkeyptur sko fyrir hugmyndinni samfélagsbankar sem eina líkanið. Hérna eru 3 bankar og mér taldi eðlilegt að eins og til dæmis Norðmenn gera það, þeir eru með 3 stóra banka og 1 ríkisbanka og 2 einkabanka. Við ættum held ég að stefna að einhverri slíkri lausn, en þá mega þeir sem eru þegar búnir að brjóta lög til hægri og vinstri með misjafnari bankasölu, bæði í einkavæðingu bankana fyrir aldamót og svo aftur núna, þá með þeir ekki koma nálægt því. Það var bara að loka þá vinni einhvers staðar í Vesta Erbergi og heiðarlegt fólk þarf að koma bönkunum í heilbrigðar og hagsýnar hendur. En svo bara, má ekki gleyma því að fram að einkavæðingu bankana 1998, þá vorum við með 3 stóra banka og þeir voru allir þar sem að myndi núna verið kallað samfélagsbankar. Og þeir voru gerspiltir. Það voru stjórnmálamenn bara sem að veittu flokksfélögum sínum niðurgreidd lán með gróflega neikvæðum raunvöxtum og fólk sem átti ekkert undir sér í stjórnmálum að það mátti bara éta það sem út í frís. Og þess vegna var gerðu uppreist gegn Landsbankanum og Búnaðarbankanum og Útvegsbankanum og stofnaðir þessir gömlu bankar, Verslunarbanki og Iðnaðarbanki og Samvinnubanki og Alþýðubanki og það var bara uppreist gegn ríkisbankaspillingunni sem fyrir var. Og svo komu fjárfestingafélagið og Kaupþing, ég var stjórnarformaður Kaupþings á fyrstu árunum meðan það var stálheiðarlegt og flinkt fyrirtæki. Þannig að ég tók þátt í þessar uppreist sjálfur, þótt í litlu væri, ásamt Pétri Blöndal, sem var einn af stofnendum Kaupþings og það gekk allt saman mjög vel. En svo þegar menn bara sannfærist það og ég átti svolítið þátt í því, ég skrifaði greinargerð fyrir viðskiptaráðuneytið kosti þess að færa banka og ríkiseigu yfir einkaeign og það lýsti kostunum og göllunum og í framhaldi af því hefst einkavæðing bankana en svo bara fór hún gersamlega úr böndunum. Við áttum vondið þess að fá traustan sænskan banka inn sem aðaleigandi Landsbankans en þeir voru komnir heim til þess að semja í Reykjavík og þá voru þeir bara reknur úr landi og Björgólfsfaukum afhendur bankin á silfurfæti og Morgunblaðið sagði að við vildum hafa eigendur Landsbankans í talsambandi við flokkin. Hans orð, ekki mín. Lá alveg fyrir og svona var Búnaðarbankin einkavæddur líka og tók það bara nokkur misseri að keyra allt saman í kaf og setja samfélagi gersamlega á annan endan. Þeir fóru sjálfur ekki í fangelsi heldur undir með þeirra, millistjórnendur einhverjir sem betri en ekki neitt. En hrunið að þessu leitinu til óuppgert að hálfu leiti eins og sérst á því sem við sögðum í upphafi okkar samtals að hrunverjar eru allt og umsúða miklir í okkar samfélagi en það þarf að finna leið til þess að setja þá til hliðar þar sem að meiri hluti almennings alveg klárlega í minni vitund vill hafa þá.
og vonandi að leiða næstu alþingiskosningar til þess, hugur minnstendur til þess, en þær verða ólögmætar vegna þess að það verður ekki jafnt vægi atkvæða eins og þjóðin búin að heimta, þannig að það kemur inn á nýtt þing fullt af fólki sem ætti ekki að vera þar af því að ef að lögum jafnt vægi atkvæða væru í gildi eins og þjóðin hefur heimtað og það beðið að þá myndi margt af þessu fólki alls ekki ná kjöri og það mynd þess vegna sem margt af því sem situr núna á þingi vill ekki virða þjóðarviljan af því að þeir sjá að þá myndu þeir sjálf lenda utan þings. Hagsmuna árekstur eins augljós og hugsast getur. Og nú Ólafur Ólafsson með þetta stóru mönnunum úr hruninu og alþann í málinu, hann að koma inn og orðin stór leigursali með illa fengnu fé held ég. Já. Maður sem ætti í raun að vera bara sviptur fjármála sjálfræði með við skaðan sem hann hefur ollið. Eitt af mikilvægasta sem þarf að gera að opna skattaskjólin. Því að þá margt koma í ljós sem að við þykjumst nú mörg vita en við bara þurfum samt að sjá þetta svart á hvítu og það voru ekki mikið fyrir því núna í Bandaríkjaþingi í fréttum af því í fyrradag og laugardaginn var því að aðalpúðri fór í að lýsa því að eftir 6 mánaða töf fengu Úkraínumenn þann stuðning sem að Bandaríkjaþing hafði lofað þeim en það voru samtidig önnur lög að aflétta frystingu á eignum ólígarka, rússneska ólígarka í Bandaríkjunum og leysa féð út og senda til Úkraínu. Og það mun ekki gleðja Pútín og Rússa. Mér sagt að það sé núna allt upp í loft í Moskvu út af þessu. Þeir héldu að þeir væru búinir að múta bandarísku stjórnmálamönnum og öðrum nóg til þess að þeirra innstæður í bandarísku bönkum væri tryggar. En þá bara gerist það að núna þeirra hallar á Úkraínu í stríðinu að meiri hluti Bandaríkjaþings, allir demokratar og slangur á republikunum ákveðan heyrðu nú bara komin tími á það að taka ólígarkana. Það er ekki bara einu einn snekkja sem verður að taka eða íbúð fyrirverandi eiginkonu Pútín sem hann gerði upptæk í París núna fyrir nokkrum dögum. Heldur eru núna þessar stjartfræðilegu innstæður rússnesku ólígarkana í bandarískum og evrópskum bönkum. Núna eru þær undir og þeim finnst það slæmt en óttinn við og vitneskjan að þetta fé á leiðinni til Úkraínu það veldur þeim áhyggjum og róa. Við erum mjög gaman að tala við þig, alveg æðislegt fróður og gaman. Það eru 2 svona leikilspurningar sem ég langar að taka áður en við endum eða er lagi loftslagsbreytingarnar fyrirhyggjuleysi. Þú vil tala fyrirhyggjuleysi og hvað það er mikil uppspretta vandamála fyrir okkur. Og þá fer maður sérstaklega einmitt að hugsa að loftslagsmálunum og markaðskerfinu að er það þess megnugt að taka á loftslagsbreytingunum? Já, ég held það og það sem ég fyrir mér í því er það að merkasta löggjöf sem að Bandaríkjaþing hefur gengið frá núna á þessu fyrsta kjörtímabili Bidens snýr einmitt að þessu. En þau fóru svolítið klókindir að því, þau kölluðu allt öðru nafni bara smygluðu loftslags aðgerðunum þangað inn. Þannig að þær eru orðnar partur af bandarískum lögum og það eru aðgerðir sem býta. En svo tek ég eftir öðru sem gleði mig líka og það er nær mínum vettvangi. Ég að vinna með Alþjóðabankanum núna að málefnum Madagaskars og í slíkur löndum að þá setur Alþjóðabankinn ekki bara efnahagsmál og framkvæmdir, verklega framkvæmdir og svoleiðis í forgang, heldur loftslagsbreytingar. Og það bara stefna bankans að þegar við fjöllum og leggjum á ráðin það sem gera þarf í aðildarlöndum okkar allar heim, fátækum löndum, að þá höfum við loftslagsvána í forgrunni og leggjum ekkert til í efnahagsmálum annar en það sem var samrýmist öflugum aðgerðum gegn vánni, bæði fyrirbyggjandi aðgerðum og eins að tryggja það að til sér fé til þess að bæta þann skaða sem ekki tekst að koma í veg fyrir. Og þetta bara kveður við nýjan tón. Ég vann sjálfur í mörg ár í eða með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
og þar sem aldrei mátti tala spillingu, það var ókurteisi, en það er bara breytt. Núna er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn farin að tala spilling og opinskátt, með fullt af fólki sem að rannsaka áhrif spillingar á gangi efnahagslífsins og birta greinar nauðsyn þess að opna skattarskjóli eins og við sagðum áðan. Þannig að þetta er bara alveg ný sviðsmynd sem blasir við og gerir mig miklu bjartsýnni að það takist að snúa vörn í sókn heldur en ég væri ella ef þessar alþjóðastofnanir, bankinn og sjóðurinn sem að ég unni mikið með væri eins og Íslands stjórnsýsla og bara lægi bara á meltinu og horfði aðrar áttir og gætti sín á því fremsta völlu að segja aldrei þess stykki stjórnvöld. Já, það fyrir að snúa svolítið svona gegn kannski nýfrjálshyggjunni mætti segja í þessum opinberu kerfum, en vekur það ekki áhyggjur hjá þér að koltvísýringur bara, útblástur hans bara aukast alltaf á hverju einasta ári? Já, og ég held að slíkur útblástur á Íslandi með mannfjölda sem meiri heldur en í nokkru öðru Evrópulandi, sá ég í skýrslu í gær. Er ekki, þú veist, og ég held að Heimsbankinn að hann vilji cirka 3% hagvöxt á hverju ári. Að ef að þessi sami hagvöxtur heldur eins í hendur við orkunotkun og efnisnotkun og svo framvegis og hann gerði á 20. öldinni, að þá bara talað að það sé ekki nóg pláneta eftir sko fyrir allan. Nei, ég veit það er bara eftir tiltölulega lítill poki sko í andrúmsloftinu sem hún eftir að fylla og þegar hann fyllist þá getur allur skotlinskið sko, en við eigum ennþá nokkur ár í það og sko þessi nýja löggjöf í Bandaríkjunum sem ég lýsti að henni er ætlað að snúast gegn þessu, bæði með því að setja sko olíufyrirtækjunum stólinn fyrir dyrnar og til þess að efla sko rafbílavæðinguna, vísur komið bakslag í það núna, ég veit ekki alveg hvernig teflist úr því, en allt sem að sko bæði Evrópulöndin og reyndar Kínverjar og Bandaríkjumenn segja þetta, það vitnar sko skilning á alvöru málsins. En skilningur er eitt náttúrulega og getan til þess að komast að samkomulagi nauðsynlegar aðgerðir er annað, bara samanber það hvað að þurfti margar ástefnur sko, og Sameinuðu þjóðirnar stofnuðu sérstaklega skrifstofum þetta strax fyrir 30 árum og samt erum við komin alveg hérna út á ystu nöf núna því að það hefur ekki verið gert nógu mikið en ég vonast til þess að þetta takist. Ég treysti Rússum miður heldur en Kínverjum í þessu en ég held að samvinna milli sko Bandaríkjanna, Evrópu og Kínverja geti skilað þeim árangri sem við þurfum á að halda. Það er lykilmál. Já, sko tvö brýnust úrlausnar efnin á vettvangi stjórnmálanna í bara allan heim eru annars vegar loftslagsmálin og hættan sem að okkur stafar af því ef að allt fyrir að versta veg þar og svo misskiptingin og hérna sitt ég hagfræðingur og tala við, ég er ekki að tala við hagvöxt eða verðbólgu eða atvinnuleysi, það er allt sem skiptir máli en þannig er bara komin tvö mál sem hafa bara breytt sviðsmyndinni bara algjörlega og ég er ekki bara að lýsa mínum einkaskoðunum á þessu, heldur sé ég að alþjóðastofnanirnar í Washington að þær að færast í þessa átt líka og svona talaði Joe Stiglitz þegar hann kom hingað heim sko, eitt fremsti hagfræðingur heimsins og þetta bara stendur upp úr sko æ fleiri mönnum í minni stétt og því bara fagna ég, mér finnst þetta að vera á réttri leið. Sko við sem vorum að tala sko misskiptingu fyrir 20-30 árum að það var bara svo utan með akstur sko að við lítið á þannig að þú veist. En núna er bara þetta komið inn í taugamiðju stjórnmálumræðunar og þar á það heima. Tek undir með því. Það er mjög gaman að sjá það að hagfræðin sé svona svolítið að taka við sér að það er ekki allir bara í þessari einsleitnu, nýfrjálshyggnu hugmyndafræði sem má ekki stíga út fyrir. En ein loka spurning, ég veit ekki, kannski er þetta svolítið landmál, ég veit ekki, en þetta er svona spurning sem við fengum aðsenda inn og snýra gengismálum og gjaldeyriskaupum. Hér er spurt, hvernig gat Bjarni Ben tekið flotgengi krónunnar úr sambandi 2013 án þess að það kæmi nokkur staða fram? Og þarna er væntanlega verið að eiga við einmitt gjaldeyriskaup. Já, ég held að gengisflotið hafi ekki verið tekið úr sambandi, það er eftir sem áður sko yfirlýst gjaldeyris
og gengistefna Seðlabankans. Hins vegar getum við greint á það hvort að Seðlabankin sé að halda genginu á réttum stað. Svo kallar dirty floating. Já, einmitt. En dirty floating er bara viðurkennd aðferð til þess að skipuleggja gengisflot. Ég skil það vel að sumum finnist það óþægilegt að gengið sé ekki herra því að en það vegna þess að herra gengi myndi hamla gegn verðhækkunum og styrkja fjárhagsstöðu heimilanna, einkum þeirra sem höllum fæti standa. Þetta er það að segja að gengið er herra núna heldur en það verið síðan 2018, þannig að það hefur verið að smá hækka bara vegna þess að margar vísbendingar eru það að það gangi frekar vel í efnahagslífinu, það sést á litlu atvinnuleysi, á miklum innflutningi vinnuafls, á þenslunni sem að lýsi sér í einni mestu verðbólgu í Evrópu og svo framvegis. En ég á nú frekar von á því að gengi lækki aftur vegna þess að ég held að það sé falskar vonir bundnar við þessu uppsveiflu núna, bara alltaf þessi vitleysa sem vorum að tala áðan í stjórnsýslunni, að hún samrýmist ekki heilbrigðum viðgangi og vexti efnahagslífsins nema til langs tíma litið og þess vegna á ég vona á því að það fari aftur að halla undan fæti. Ég á ekki endilega vona á nýju hruni, því að gömlu hrunverjarnir séu að gera sér líklega til alls konar hluta, en ég á vona á því að það halli undan fæti og sem myndi þá væntanlega leiða til þess að gengi krónunar raungengi myndi lækka. Gengi er venjulega bara til marks gengi þjóðarbúskaparins, að lönd þar sem allt gengur vel og framleiðslan er mikil og tekjur eru miklar, það eru hágengislönd, en lönd þar sem undirstöðunar eru veikar og framleiðslan er ekki mikil og tekjurnar þó ekki miklar heldur, að það eru lönd sem eru sífellt að lenda í gengisfalli og gengisfellingum og í lágu gengi. Núna erum við á tímabilið þar sem að gengið hefur verið að smá hækka síðastliðin 5-6 ár og kannski heldur þá fram í einhvern tíma enn. Ég á nú frekar von á því að þú þurfur að borga 180 kall fyrir dollaran hérna áður en þú verið 50. En erum við ekki með mikla framleiðslu og svona sterkar tekjur? Jú, og þess vegna sem gengið hefur hækka. En ég skil líka þessar grunnsendir að ég held ég meira sér viti hver spurði þessar spurningar úr sal þó að það sé aukaatriði. En þetta var þannig manstu í gamla daga, eða þú manst ekki, ég man það, að þegar að hallaði að gafa bátinn í útgerðinni, þá bara hringdu þeir í stjórnaraðið hringdi í Seðlabankann og Seðlabankin hélt fund og felldi gengið. Þá var bara gengið fellt svona með 1-2 símtölum og ég skil það að þeir sem að muna þessa tíð og einhverjum þeir sem eru í sjávarútvegi og starfa þar að þeir óttist að það eimi ennþá eftir af þessu og það er skiljanlegur ótti en ég held að það sé ekki jafn mikil ástæða til að snúna eins og það var í gamla daga þegar maður allir vissu um þessi símtölum handstýrt gengi. Sér þetta gekk bara þannig fyrir sig að verslýsfélögunum ógst það alls eitt augum að biðja 20-25% kaupækkun og því að þau vissu það að ef vinnuvinnandi gæti ekki borgað að þá myndi þau bara hringi stjórnar og láta fella gengi og þetta var eina ástæðan til þess að hvernig verðbólgan var mældist til 2 stafa tölum svona lengi. En núna er hún í einstafstölum, að vísu í hárri einstafstölu og allt of hárri og þannig að það er til marks það að þessi gamla hringekja er ekki lengur að snúast en tortrygnina skilja en ég bið menn samt að reyna aðeins að halda aftur af henni. En með 2013, það sem er vísað í Bjarni Ben, hafi tekið flotgengi krónunar úr sambandi, þá hefur verið að meina svona dirty floating, það hefur verið að hafa áhrif á gengi, að þá er fjármálaráðuneytið og Seðlabankinn að kaupa ógrynni af gjaldeyri. Hver er ástæðan sem þeir gefa? Það er alltaf gert það er ekkert til sem heitir fyllilega frjálsfljótandi gengi. Maður geta talað þessi bláa í framann gildi markaðsins
en ég þekki engan seðlabanka sem leyfi bara eftirspurn og framboði á gjaldeyrismarkaði að ráða því alfarið hvernig gengið frá deildags. Því ef það væri gert, þá væri gengisveiflurnar miklu meiri og það er þess vegna sem að seðlabankar þurfa ýmist að kaupa eða selja gjaldeyri bara til þess að draga úr sveiflunum og því geta gert þetta þannig að þeir haldi genginu á röngum stað langtímum saman. Skýrasta dæmið þetta Kína sem hefur falsað gengið hjá sér í árum saman til þess að eiga auðveldari aðgang með sínar útflutningsafurðir á bandarískum og evrópskum markaði. Kaninn hefur kvartað yfir þessu á fundum í Peking og í Washington árum saman en Kínverjar segja ykkur kemur okkar gengistefna ekki við að þið skulle bara breyta genginu í ykkur ef þið eru óanaðið með gengið á milli bandaríska dollarars og gengi kínverska úansins og það alveg rétt svar hjá Kínverjum. En það hins vegar mælist illa fyrir í alþjóðaviðskiptum þar sem menn reyna að koma sér saman leikreglur ef að menn reyna að falsa gengið langtímum saman. Ísland var lengi hágengisland og þú manst að sennilega hvernig það var fyrir hrun þegar gengið var allt og hátt og Íslendingar fóru alveg hindi geðveikislega innkaupaferðir til útlanda og ég gleymi ekki konunni sem kom heim og það var iðnaðarmaður að vinna í eldhúsinu hjá henni og svo kom þessi iðnaðarmaður heim til okkar og sagði, heyrðu, ég veit ekki hvert ég ætlaði, maður kom hún þessi kona fórustumæður í viðskiptalífinu og hún var ekki að koma á kápunni þegar hún sagði Guð, ég var að koma frá London, það var svo gaman árin, ég vissi var ég búin að eyða 20 milljónum. Vá, já, þannig maður kannski, það er margar hliðar á þessu. Þorvaldur Gylfason, takk kærlega fyrir svarið við þessu og mjög gott spjall þessi mikilvæga mál og mjög gott svar fannst mér hjá þér forgangsröðunina að þetta þurfi nýju stjórnarskrána sem búið að kjósa. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og þið kæru áhorfendur og hlustendur, takk fyrir að vera með. Ég minni á að Rauðaborðið að byrja núna klukkan 8 og það er nýr þáttur í kvöld á Samstöðinni sjávarútvegsmál sem ég hvet ykkur endilega til að kíkja á. Takk fyrir samfylgdina og eigið frábært kvöld.